Eina tíð þótti mörgum engin sæla að þurfa að fara Hvalfjörðinn, en nú öldin önnur. Með tilkomu Hvalfjarðarganga fór fólk að kunna að meta Hvalfjörðinn. Hér margt að sjá og gera, náttúrufegur einstök, og til dæmis hér á Bjarteyjarsandi margbreytileg starfsemi sem hjónin Arnheiður Hjörleifsdóttir og Guðmundur Sigurjónsson reka. Hvað það að bjóða ferðafólk upp á þetta? Það reyndar ýmislegt og kannski fyrst og fremst þá tengist það Hvalfirði eða búskapnum okkar á einhvern hátt. Og það reyndar dálítið árstíðabundið hvað við erum í boði á hverjum tíma. Núna er haust og það svona skemmtilegu tími, það eru smalamennskur og réttir og svo náttúrulega það sem tekur við er sláturtíð og alls kyns kjötvinnsla og matvælavinnsla. Og þið með kjötvinnslu hér, löglega kjötvinnslu eða eitthvað? Já, við erum með verslun sem að við megum, þar sem við megum framleiða og framreiða okkar eigin matvæli upp að ákveðnu magni. Þannig að við erum með leyfi frá Heilbrigðiseftirliti til þess að selja hér beint frá býli og höfum verið að þróa okkur áfram í því síðastliðin 2 ár. Það ekki svolítið snúið mál að fara í gegnum allt þetta ferli? Það virkar rosalega snúið sérstaklega til að byrja með og maður veit eiginlega ekkert hvar maður á að byrja. En svo líka til samtök sem heita beint frá býli og þau rosalega hjálpleg fyrir aðilar sem að byrja og svona bæði til fræðsluefni og leiðbeiningar, þannig að maður getur svona svolítið leitt sig áfram stigastigi og þegar maður bara tilbúin í þetta og fer af stað, þá þetta kannski ekki eins flókið eins og það svona leit út fyrir í upphafi. Þið eru með sauðfjárbú hérna og við fylgdumst með rúningu hér rétt á hvað meira? Þið hafi verið með svín líka eða ekki? Já, við fórum í fyrra, við vorum einn af 3 bæjum á landinu sem voru valin af Svínaræktarfélaginu til að gera tilraun með að ala útigrísi. Og þá fengum við grísi, smágrísi að vori og ólum þá yfir sumartímann og fram á haust og sem gengur frjálsir og þetta gerðum við fyrsta skipti í fyrra og gekk alveg ótrúlega vel og bara mjög skemmtilegt. Þannig að við fórum aftur í þetta núna í vor og bættum við 2 dýrum, þannig að við vorum með 10 grísi vappandi hér hlaðið og túnin í sumar. Hvernig gengur þetta? Ekki svínin viðkvæm fyrir veðurfari, sól og rigningu? Jú, já og nei. Þetta gekk alveg ótrúlega vel. Þau vilja vera úti, sérstaklega á daginn og eru að róta, finna sér svæði, moldar svæði þar sem þau geta verið að róta og velta þessu upp og þannig verja þessu líka gegn veðri, til dæmis sól, af því þau sólbrenna annars. Og ef að þau eru ekkert sérstaklega hrifin af rigningu og roki og þá fara þau inn og við pössum að þau hafi rými inni, þannig að geta að leita til, þannig að geta legið á hálmi innandyra og reyndar vilja þau sækja þau í það að sofa inni, þau eru inn á næturna en við höfum bara opið þannig að þau geta bara ákveðið sjálf. Þau halda sér alltaf í hóp, þetta eru félagsverur, þannig að þau eru svona saman og eru svona ef að veðrið þokkalegt, þá eru þau vilt úti og yfir daginn og koma svo inn á nóttunni. En geitabúskap, hafið þið prófað hann? Nei, þetta döpur spurning núna. Við höfum verið með eina geitan á Molly sem næst í svona það bil frægasta geit á Íslandi kannski bara og verið hjá okkur í 1,5 ár. En svo einhvern veginn steig fræðin henni til höfuðs. Hún var ljósmyndafyrirsæta í Skessuhorni og bara hálfum mánuði seinna þá veiktist hún og dó. Þannig að það er engin Molly á Bjarteyjarsandi í dag, en spurning hvað verður. En hvað vinnið þið úr afurðum? Það er ýmislegt. Við höfum verið að þróa okkur svolítið áfram með því. Við erum náttúrulega bara með hefðbundið lambakjöt, bara í heilum og hálfum skrokkum og þess háttar. Síðan höfum við líka verið að reykja, tengdamamma gerir ótrúlega góð bjúgu til dæmis, svona heimagerð gamaldags bjúgu og erum með reykóa hérna í hlíðinni fyrir ofan og það er náttúrulega líka með svo tvírækt hangikjöt og sauðahangikjöt og hefðbundin hangilæri og allt slíkt. Síðan höfum við verið með í samvinnu við Matís að þróa svona matarminjagripi, til dæmis eitt sem við köllum birkireyktan bláberjavöðva og þá er það kjötbiti
læri eða hryggur af ung ær sem að við þurrsöldum til þess að setja í svona tvíreik eða svoleiðis, þannig að þú borðar það bara hrátt og veltum upp úr bláberjasírópi áður en fyrir reikinn, þannig að myndir svona sætur hjúpur sem að spilar vel á móti reikbragðinu. Þannig að það er bara svona algjör sælgætisbiti, kannski bara 100 grömm eða eitthvað svoleiðis, þannig að fólk geti bara keypt svona til að smakka. Svo erum alls kyns kryddjurtir og sultur og kryddmauk og bæði eins og við notum seljum sér, en líka notum hérna, þau eru líka með eldhús og sal þar sem að fólk kemur og kaupir mat framreiddan. Þar er hægt að fá svínakjöt, reykt? Já, svo erum við náttúrulega með afurðirnar af svínunum líka. Það eru bæði ferskt svínakjöt í sneiðum og síðan hefðbundinn hamborgarhryggur og svo svona sænskar, sem kallað sænskar, svona jólaskinkur eða svoleiðis. Og sem er þá ekki reykt, heldur svona sykursaltaðar steikur og fleira, ótrúlega gott bacon og svona fleiri afurðir af svínunum líka. Er allt nýtt hérna sem þið getið nýtt? Já, það er stefnan. Svo hefur við náttúrulega dásamlega fjöru líka og það nýtum við vel. Til dæmis sækjum við krækling í fjöruna og förum dálítið þangað og náum í villtan krækling og sjóðum hér og borðum og bjóðum upp á. En gestirnir sem koma hingað, Arnheiður, hvernig fólk er þetta? Er þetta útlendingar eða Íslendingar? Blandað. Bæði? Já. Svolítið árstíðabundið, kannski meira útlendingum yfir sumartíman. Náttúrulega skólabörn eru hér aðalgestirnir á vorin og síðan er það líka þannig að þessir svona hefðbundnu sveitaviðburðir eða sveitastörf sem eru til dæmis eins og smalamennskur, eins og rúningur, að þetta er orðið áhugavert hjá útlendingum að koma að skoða. Það gengur mikið á hér í Fjárhúsinu og Bjarteyjarsandi. Hér er margfaldur Íslandsmeistari í rúningi eða störfum. Julio, þú ert ekki lengi með hverja kind. Hvað ertu lengi að þessu? Ég veit ekki, svona 1,5 mínútu, eitthvað svoleiðis. Ég hef nú verið stundum 9 mínútur. Ég hafa 56 sekúndur það sem ég hef verið fljótt. Og eru þær miserfiðar? Já, það eru mjög miserfiðar. Hverjar eru vestar? Gemlingarnir? Gemlingar eru alltaf styggari og svona snokkari, en rollunar eru þyngri og sterkari. En hrútarnir, hvernig er að fást þið þá? Það getur verið svolítið basli, en maður verður bara að ríða eins og þeir vilja. Það er ekki bara eins og þeir leikja, maður bara að reyna að taka útlinn á þeim. Ekki verið að slátt mikið við þeim. Og þú ert bara með ullina í heilu lagi eins og feld þegar hún kemur að þeim? Já, maður reynir það að halda henni heilu lagi til að verði ekki dvíklíp og allt þetta, sko. Sem er stundum allt og lítið hugsað hérna dvíklípum. En mér var gend alltaf að passa dvíklíping á ullina, því að ullin verður svona ónýtið eða mikið dvíklíping og það er ekki hægt að spína úr henni ef það er klippt allt í sundur. Varstu bara ungur maður þegar þú lærðir að ríða? Já, ég var 20 í rúning og ég verð 50 núna í næstu helgi. Og ég er búinn að ríða frá því að ég var 90 ár. Það eru 30 ára núna síðan ég byrjaði að ríða. Ferðu á marga bæi hér í sveitinni núna? Já, það er einhver hrætti. Ég er að taka ég veit ekki hvað 4.000 kindur núna, 4-5 sem ég ríði núna í haust og svo aftur í vor. Það eru að koma hópar í Fjárhúsin til að fylgjast með rúningi, sjá ullina, sjá þegar hún er unnin, spunnin og kemd og svo eru jafnvel með prjónasmiðju hér heima á bæ. Þar sem að við fraukurnar hérna á Bjarteyjarsandi erum þá að bæði að sýna íslenska prjónauppskriftir, fara aðeins yfir eiginleika og gæði íslensku ullarinnar og jafnvel höfum lent í því bara að kenna fólki hreinlega fitja upp á prjóna. Þannig að þú veist, þetta er, og nóvember og mars eru rúningstíminn okkar og þá erum við mikið af einmitt erlendum gestum sem er að koma í þetta. Koma í hópum hingað? Já. Og tala skólakrakka, hvað er það? Kynnisferðir á vorin? Já, það er kannski það sem við byrjuðum með fyrir 14 árum síðan. Það var svona upphafið að einhverju ferðamennsku hérna. Það var að opna Fjárhúsin á vorin.
fyrir skólabörnum, alveg frá bara 2 ára og raun og veru í dag bara 2 ára og upp úr. Við erum líka farin að fá breska og bandaríska skólahópa, alveg upp í háskóla og jafnvel í 2 til 3 daga heimsóknir. Þar sem við erum að bjóða upp á ákveðið fræðsluprógram. Það sem svona algengast eru börn á leikskólaaldri, íslensk leikskólabörn og yngri bekkjum grunnskóla sem koma og eru að stoppa í svona 2 til 3 tíma. Koma í fjárhúsin, kíkja á lömbin, fara í fjöruferð og enda svo á því að grilla sér pylsur og þau fara aftur heim. Þannig að þetta er svona dagsheimsókn fyrir þau. Það er algengast. Valdís Einarsdóttir, þú ert búin að vera að baka piparkökuhús í áraraðir. Hvenær hófst þessi piparkökuhús að áhuga hjá þér? Það er svona 28 ár síðan ég byrjaði. Ég gerði fyrst alltaf svona sælgætishús með barnabörnunum. En svo fór ég í keppni einu sinni og ég sneri nú við að því að ég hafði ekki gert sko bakhlutan. Og vildi ekki láta það sjást sko að það var bara framleiðin í lagi. En svo fór ég aftur árið seinna og þá var ég í 3. sæti. Og síðan var þetta bara sigurbraut í þessari piparkökuhúsa keppni? Já, ég er búin að vinna 8 sinnum sko. Svo óskuður eftir því að ég færi í heiðursæti því ég er búin að vinna svo oft. Og svo hefur fengið einhvern tímann önnur Já, svo var ég með önnur verðlaun og já, ég hef tekið svona 14 sinnum þátt. En nú er komin tíma á þau, þú ert búin að vera í heiðursæti en 5 ár og þú getur þess að byrja aftur. Já, ég get byrjað aftur sko. Er það hugsun að slá til? Ég veit, ég ætla svona að sjá til, ekki núna sko, einhver tíma kannski. En þetta eru nákvæmar eftirmyndir nokkur af þessum húsum. Já. Það er alveg, þetta er með Alþingishúsið og Höfða til dæmis. Já, og svo húsið hans Björgólfs. Og síðan gerður þú líka eins og Akranesikirkju? Já, Akranesikirkju, það er mynd hérna fram að því sko. En hvernig er það geymast og þau geymast ótrúlega vel? Já, þau gera það sko ef það er ekkert verið að pota í þau sko. En þú sér það sveitabæðinu síðan 2000 og svo er þetta alveg rauðinn sko áfram. Þannig að þetta er orðið 13 ára gamalt þetta elsta? Já, þetta elsta. Hvernig gengur að halda þessu frá til með barnabörnunum þegar þeir eru komið heimsókn? Það er bara, þau bara er hérna snertið ekki sko, þau eru alveg rosalega, hafa bara alist upp með þessu. Þetta er bara gaman sko. En þetta er vel ætt allt saman, eða ekki? Jú, það er allt nema spýtan undir sko. Svo er ég náttúrulega með marsipan sem ég geri úr kartöflum og flórsykrri. Sem ég geri steinana þarna, sem eru hérna. Í kringum húsin sko. En ef við sjáum eins og hérna á Höfða, já. Skífurnar á þakinu, hvað er þetta? Það eru piparkökur og svo hver kaka máluð sko og svo er ég raðað upp. Og þar voru krakkarnir að hjálpa mér svolítið sko. Þau hafa svolítið verið með mér í þessu. Þetta hefur verið heilmikið föndur að setja saman skífur? Já, þetta var ansi mikil vinna. Ég man ekki hvað það voru margar skífurnar sko. Og það er svipað upp á teiningunum með Alþingishúsið? Já, og svo eru húsin, þau eru öll sko, það eru barnabörnin sem eru tilengað sko. Já, hús Loga og Líf og já. Úlfur og þetta er allt saman. Þau hafa öll sitt hús. Já, og Mikael, ævintýri Mikaels hérna og þetta er svo, þau hafa svolítið gaman að þessu sko. Já, eftir að gera nokkur fyrir nokkur hérna langum börn. En þú ert samt aðeins þá, þú ert eitthvað svona að föndra við barnabörnunum? Já, ég ger alltaf með þeim hús, sko. Þeim finnst það voða skemmtilegt. Það tilheyrir orðið bara undirbúninginu fyrir jólin? Já, þetta er mjög svona afslappandi að vera í þessu. Hvenær farið í þetta? Þú var rétt fyrir jól bara? Já, nei, ég hef nú alltaf byrjað svona fyrst í nóvember. Þó ég sé nú ekki byrjuð núna, en hérna, þegar ég var að gera þessi hús, sko. En ég fer að byrja með krökkunum núna mánaðamótin. Og þetta er náttúrulega margra vikna vinna, svona hús? Já, þetta er svona 6 vikur allavega að baka og setja þau saman. Svo er ég náttúrulega búin að teikna þau áður. Þannig að það fyrir mikið tími í þetta? Já, það er mikið tími, en voða skemmtilegt.
Og þú átt þess að minni að greipa áfram, hvað heldur þú endist lengi? Ég veit það ekki, þetta nú bara að vera svolítið ljótt, sko. Ef skoða náið, sko. Það er bráðna súkkulaði til mér á þessu húsi og svona ýmislegt sem að mætti kannski, ég held að sé ekki hægt að laga þetta. Er ekki vont að eiga við það að fara að laga þetta? Fer þá ekki alltaf stað? Jú, ég held nefnilega, ég þori ekki að gera það, sko. Það er eins og inn í bakaríinu að það er svona að fara að halla fram kökurnar inn í... Já, þetta er svona... Þetta er skemmtilegt og gefandi. Já. Skötuselsveiði hefur aukist mjög hér við land á síðustu árum. Einn af þeim bátum sem er gerður út á skötuselsnet er hafnatindur frá Hellisandi. Það eru 3 bræður sem gera bátinn út. Baldvin S. Sigurðsson, hvernig gengur? Það gengur bara þokkalega vel núna eins og er. Sæmilega mikið að skötusel. Já, það er búin 100 daga skötusel í dag. Og hvað kallið þið mikið? Já, þetta fer yfir tonni, þá steppar það og upp úr. Já, það er alveg upp í 2-3 tonn. Er yfirleitt eingöngu skötuselur í netin eða slæðist eitthvað annað með? Já, það er þorskur og koli, langa. Það kemur ýmislegt. En er þetta þá ekki stór þorskur sem kemur í svona stórriði net? Já, þetta er frá alveg, 5 kíló og upp úr 10 kíló. En sem er hvert fer þessi skötuselur? Já, það fyrir upp um markaðinn hérna. Það er bara beint hérna í næsta hús? Það er næsta hús. Já. Það fyrir allt að marka allur að blíða ykkur? Já, það gerir það sko. Og mér skilst að kaupirinn hann er frá Portugal. Já. Og hann vil alltaf kaupa fiskur okkur. Og er þetta bara fjölskyldu fyrirtæki? Þið eru hérna 2 bræðurnir borð og sá 3. var hérna á bryggjunni að taka á mót ykkur? Já. Bara bræður í útgerð? Það er bræður, ekkert annað. Og skiptið með ykkur verkum? Já, við gerum það. Bróðurinn Kristmundur skipstjóri? Já, ég er hósitinn. Og er þetta langt útalt? Þið eru með eitthvað, 200 net? Já, við erum með núna 200 á skötusel. Við draugum helming. Við förum í svona yfirleitt kl. 8 mótni og við erum komin heim kl. 3 á daginn. Og hvað, dragið þetta eftir hvað, 3-4 nætur? Látið það liggja það lengi? Já, við leggjum svona upp í 5 daga. Það sem við ekki bræla sem stoppar okkur aðeins lengur. Það verið svolítið brælur undanfarið? Já, það búið að vera svolítið brælur núna, aðeins mikið. Þannig að það verður notað tækifæri bara á milli? Alveg leiðar lægir, þá er það byggt út. Þetta komist aftur núna í restina af niðunum? Já, við bara klárum þetta bara á. Svo kemur við bara spurningum hvort við fyrir með síld eða þorskarnett. Hvað með veiða mikið að skötusel? Já, með hægt að leiða. Meðan eitthvað er bara, það er engin takmörk á því? Nei, það er bara ef við fóum leikt, þá er... Einhver er til að leiða ykkur kvóta? Það eins og er voru erfitt núna. Það voru trekt. Það gekk mjög vel fyrst árin, en svo er bara orðið mjög erfitt að fá leikt í dag. Verði orðið hátt. Það er svolítið að skötusel? Já, þetta kroppast. Þeir sem er á ferðinni til og frá Snæfellsnesi kannast vel við veitingastaðinn Vegamót sem hefur verið vinsæll áningastaður ferðamanna í gegnum tíðina. Frá árinu 2005 hefur verið lokað þar á vetrun en nú er verið að gera tímabundna tilraun með vetraropnun. Á Vegamótum er líka verið að reisa hótel, það er heimasætan á bænum Sigrún Erla Eyjólfsdóttir sem veitir því forstöðu. Hvernig kom það til að þú ákvaðst að fara út í hótelbyggingu hérna? Já, sem sagt, þetta byrjaði alltaf því að þetta var hugmynd hjá mömmu og pabba, sem sagt, að fara í, sem sagt, gistingarekstur hér á Vegamótum. Þannig fór boltinn að rúlla og endaði með því að þau drifu sig og kýldu á þetta og við komum svo, eða ég kom, sem sagt, eftir að þau voru byrjuð og ætlaði að fara í reksturinn með þeim. Þannig að það var eiginlega svona, pabbi og mamma eru, sem sagt, hugmyndin aðeins öllu saman. Og þau eru búin að reka hér veitingasölu lengi? Já, þau eru sem sagt búin að vera hérna síðan 98, þá var opnuð þjónustumiðstöðin Vegamót
og eru búin að vera hérna með sem sagt, rekstur síðan. Hér áður fyrir var sem sagt, við vorum líka með bensínafgreiðslu og kaupfélag og svo breyttum við sem sagt, staðnum og bensínið fór bara í sjálfsafgreiðslu og við lokuðum búðinni, gerðum þetta meira svona að veitingarhúsi. Og svo núna skrefið að bæta við og við ætlum að opna hótel og gera sem sagt, veitingastaðin að veitingastað og kaffihús. Og hér erum við í gömlu kaupfélagsversluninni og hér á að vera salur eða? Já, hérna ætlum við að hafa sal bæði fyrir morgumat og svo fyrir kvöldmat. Þessi salur á líka nýtast í að geta boði hópum að koma, bæði rútuhópum að ferðamönnum og jafnvel Íslendingum ef þeir hafa áhuga að koma og halda flotta fundi undir jökli. Þannig að við, svona hugmyndin er að hafa þennan sal ýmislegt notunargildi fyrir. Það er jafnvel hægt að halda veislur og hvað það sem okkur dettur í huga að gera hér. En hótelið sjálf sem er hér í framhaldinu, það er svona í mótelstíl. Það gengi inn í hvert herbyggi fyrir sig eða það gerir. Þetta stórt hótel. Við ætlum að byrja með 13 herbyggi. Stílinn á hótelinu er vegna þess að hugmyndin í byrjun var að nýta gamla sláturhúsi sem við vorum með. Og þannig að til þess að koma sem bestu herbyggjum í var best að hafa allt gengið að utan. Svo kom í ljós að húsið var bara orðið svolítið gamalt og við þurftum að rífa það allt. Þannig að við ákveðum að halda okkur við samt fyrir teikninga til þess að halda sama lúkkinu á eins og við vorum með í upphafi og er búið að vera alla tíð hér á vegamótum. Þannig að teikningin hefur verið yfirfærð yfir á einingahús og sem var svo reist bara á stuttu tíma á því? Jú, byrjað var á grunninum í júlí og svo bara þurfti að láta það þorna og svo bara komu einingarnar og þetta spratt upp bara á 2 dögum hjá köllunum. Og hvaðan fenguðu þessar einingar? Frá Smellin á Akranesi. Nei, þetta er steinsteypt? Þetta er steinsteypt, já. Hvenær ætlar að vera með þetta tilbúið, veistu það eitthvað? Engin tímasetning en það verður vonandi núna fyrir áramót sem við náum að opna þetta. En salurinn verður opinn, já. Við ætlum að fara núna, eins og þið sjáu þá er verið að vinna hérna og við erum búin að öllu nema þá eftir að laga gólfefni. Þannig að nú fer ég það að parkettleggja, ná í húsgögn og halda fyrstu veisluna. Hún á að vera núna í desember eða ekki? Jú, í byrjun desember. Ég held að annan desember þá er 50 ára afmæli hestamannafélagsins Snæfells og hér var stofnfundur, hérna var Snæfells stofnaður. Þess vegna verður haldið afmælisveisluna hér. Og þú ert óhrædd að fara út í þetta, ferðamannastraumurinn alltaf að aukast hér að vetri til? Já, hrædd og ekki hrædd, maður því ekkert verið hræddur. Það er alltaf fullt af fólki að koma, mikið ferðamanninn, það er að koma alls konar hópar. Snæfellsnes er náttúrulega bara náttúruleg perla sem að fólk er að uppgöta og koma meira og meira hingað. Þannig að þetta er bara skemmtilegt og spennandi verkefni sem er framöndan.